Góðan daginn, kæru systkin, og velkomin í loftsalinn í dag. Við skulum hefja hann í Jesú nafni með því að syngja sálmu númer 38. Og við skulum finna okkur sálmu númer 72. 72. Fyrir
Og ritningartextin sem Ósi valdi er fyrsti sálmurinn og ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur. Sæll er sá maður eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra hafa Guð að háði. Heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann sem tré gróðursett hjá rennandi lækjum, ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt hann gjörir lánast honum. Svo fer eigi hinum óguðlega heldur sem sáðum vindur feykir. Þess vegna munu hinir óguðlegu eigi standast í dóminum og syndugir eigi í söfnuði réttlátra. Því að Drottinn þekki veg réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu. Við skulum biðja. Já, kærisiki Faðir á himnum, þakka þér fyrir að við getum komið hér saman í húsi þínu og þínum helga degi og tilbeði saman. Ég bið að vera með okkur hér fyrir anda þinn, gefa ræðumanninum orð frá þér. Viltu blessa kirkjuna okkar og hér mætti vera friður, eining og kærleikur. Ég bið að blessa þá sem ekki geta komið og verið með okkur í dag. Þú þekkir aðstæðu hvers og eins. Drottinn, þakka þér fyrir vonina miklu sem þú hefur gefið okkur. Þakka þér fyrir að Jesús kemur og sækir okkur innan tíðar. Mætti það verða sem fyrst. Ég bið að þú vakir yfir okkur, að þú hjálpar okkur til að vera verkfæri í þinni hendi, hvað sem við erum. Ég bið að vera með þeim sem líð og þjást á þessum erfiðu tímum, þeir sem eru á flótta og þeir sem eru einmana, sjúkir, sorgmæddir á einhvern hátt. Já, Drottinn, ég bið að vera með okkur hér og blessa okkur stundina. Við þökkum þér í Jesú nafni. Amen. Og þá finnum við okkur sálminn númer 391. Greinilega ekki margir sem þekkja þennan sálm, ekki vel tekið undir, en þá tökum við upp gjafirnar og þær renna held í safnaðarsjóð og svo vil ég minna ykkur á kristnibólskörfuna fram við dyrnar.
Og svo er hægt að leggja inn á reikning þeir sem vilja. Já, kærleiksríki Faðir, ég vil þakka þér fyrir þessar gjafir, viltu margfalda þær og blessa, gefa þær að geta komið að góðu notum við þitt málefni, viltu blessa þá sem gefa, þökkum fyrir að við höfum nóg, kæri Faðir, í Jesú nafni, amen. Og þá er komið á barnasálmi. Fús ég fylgi þér. Er einhver börn henni? Já, það eru börn hérna. Einhver, ekki mörg. Fús ég fylgi þér. Er einhver með barnasögu? Kitty, ok. Krakkar, kannski viljið koma hérna fremst. Já. Það eru fleiri. Heyrið í mér? Já. Við vorum að syngja Fús ég fylgi þér. Það hvernig við verum tilbúin að fylgja Guði. Og við erum svo heppin að í Biblíunni að þá eru margar sögur af fólki og stundum af ungu fólki eða krökkum sem ákveða að fylgja Guði. Og einn af uppáhaldsbiblíupersónunum mínum, það er hann Davíð. Kannistu við Davíð? Já. Eigum við að rifja aðeins upp söguna Davíð? Já, hann Davíð, hann var hann ekki yngstur systkina sinna, ég held það. Og hann var ofta að passa upp á kindurnar og hann vildi passa rosalega vel upp á alla kindurnar. Enginn myndi týnast og líka þegar það komu kannski eitthvað hættulegt, þá var hann að passa kindurnar sínar. Hann fór og stoppaði, var það úlfur og eitt björn. Og hann var með svona, hafið einhvern tímann gert svona teygjubyssu. Hann var með svolítið aðeins öðruvísi, hann var með svona slöngu. Hann setti svona hring eftir hring og svo sleppti hann kastaðist steinninn áfram. Og það notaði hann til að seki burtu svona rándýr. En hann var þarna að passa upp á kindurnar, en hann var líka að tala við Jesú og tala við Guð og biðja hann að hjálpa sér og vera með sér.
Og svo það svo skrítið eins og Gavin búin að tala síðasta 2 hvíldardaga, það kemur stundum stríð í þessum heimi. Og það nú ekkert gaman. Og eldri bræður hans Davíðs, þeir voru farnir í stríð. Og Davíð sendur til að fara með eitthvað gott handa þeim, eitthvað að borða. Og hann fer þangað og svo heyrir hann allt í einu að það einhver risi sem stendur upp. Jæja, þið Ísraelsmenn, þið eru bara, þið getið ekki neitt. Ykkar Guð getur ekkert gert, þið þorið ekki að koma, þið eru bara hræðslupúkar. Og allir svona svolítið titruð og komið bara og berjist við mig og ef þið einhver vinnur mig, þá bara vinnið þið stríðið. Já, allir rosa hræddir og enginn vildi gera neitt. Kannski aðeins að uppfara tungumálið, ég vona það sé í lagi. En það voru allir bara hræddir við hann. Og af hverju? Því að hann var svo stór. Hann var bara alveg risi. En Davíð, hann skildi ekki alveg. Hann sagði, en Guð, hann með okkur í liði. Guð passar upp á okkur. Sagði, við þurfum ekkert að vera hræddir við hann. Guð ekki með honum. Og hann sagði, ætlar enginn að berjast á móti honum? Og þá voru bræðurna svona, láttu ekki svona. Og þá voru aðrir sem sögðu, hvað? Svo sagði hann, ef enginn vill gera það, þá skal ég gera það. En Davíð, hann var ennþá bara lítill strákur. Hann var ekki alveg fullorðinn. Hann var ekki í stríðinu af því að hann var ekki orðinn nógu gamall. Samt örugglega verið svolítið stálpaður. Og þeir fara með hann og segja, ok, ef þú ætlar að fara að berjast, þá skulum við láta hafa alveg rosalega flotta brynju. Ég held að það hafi verið konungurinn sem átti brynjuna. Og Davíð fer í þessa brynju og hún er svo þung og svo stór að hann minnkar bara. Þetta er svo rosa þungt og hann gat eiginlega ekki alveg hreyft sig í brynjunni. Það er nei, ég þarf ekki þessa brynju. Þetta gengur ekkert. Af því að vitið hver var brynjan hans Davíðs og skjöldurinn hans Davíðs? Það var Guð. Svo að Davíð fer með 3 steina og slönguna sína. Og hann fer að mæta Golíat. Og stundum segir fullorðna fólkið að þegar það er svona rosalega erfitt að vinna einhvern, eða það er eitt gott lið í fótbolta á móti öðru liði sem ekki alveg eins gott, þá er talað svona að það sé svo Davíð að keppa við Golíat. Þetta er eiginlega bara alveg ómögulegt. Og hann Golíat, hann var með svo stórt sverð, ég held að sverðið hans hafi bara verið álíka stórt og Davíð. Og hann var með risastóran hjálm og risastórt, hann var í svaka brynju. En að því að Guð var með Davíð, að þá gat Davíð, þegar bardaginn byrjaði, þá gat Davíð sveifla slingunni sinni og það fór beint í ennið á honum Golíat og risinn féll. Og það gerist bara því að Guð var með honum. Og þannig unnu Ísraelsmenn allt stríðið. Og Filistearnir þeir byrjaði að hlaupa í burtu þegar þeir sáu að risinn þeirra féll. Það er nefnilega svo ótrúlegt hvað Guð getur gert þegar við erum fús að fylgja honum. Þannig að við skulum alltaf hafa í huga að það sem við höldum að sé ómögulegt eða rosa erfitt, það getur Guð gert. Hann getur passað upp á okkur og hann getur hjálpað okkur þegar það er eitthvað svona sem virðast svona rosalega stórt. Eigum við að biðja saman, krakkar? Kæri himneski Faðir, takk fyrir það að þú ert búin að passa upp á Biblíuna þína öll þessi ár svo við getum lesið Davíð og fleiri. Og kæri Faðir, við þökkum þér fyrir það að þú ert tilbúin að passa upp á okkur. Þú ert tilbúin að passa upp á kirkjuna þína og þú ert tilbúin að passa upp á börnin líka. Kæri Faðir, hjálpa okkur að vera alltaf fús til að fylgja þér. Fús til að vera og glöð að fylgja þér.
Kæri Faðir, ég bið þig að blessa þessi börn og foreldrar þeirra og alla hér. Í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir að vera svona góð og stutt að hlusta. Takk fyrir þetta, Kitty, og gjör svo vel, Lúsi. Good morning. Góðan dag. I have to say that in Portuguese too. Bom dia. Mér langar að segja þetta portugalsku líka. It's good to be here. Það mjög gott að vera hér. And it is nice to see all of you here. Og það gaman að sjá okkur alls hér. And today I'd like to study some text of the Bible that says something about us. Og í dag langar mig til að skoða með ykkur text á Biblíunni sem segir ýmislegt okkur. So I would like to invite you to open 1 Peter. Mig langar til þess að við opnum fyrsta Pétursbréf. And we are going to read chapter 1, verse 1. Og við ætlum að lesa fyrsta kafla og fyrsta vers. And it says like this. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith. Sorry, I'm the second Peter. It was so close. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Já, þar stendur í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla, fyrsta versi. Pétur, postuli Jesú Krists, heilsar hinum útvöldu sem eru dreifðir sem útlendingar í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu. Now we are reading verse 17. And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear. Og svo vers 17. Fyrst þér ákallið þann sem föður dæmir án manngreinar álits eftir verkum hvers eins, þá gangi fram í guðsótta útlegðar tíma yðar. And chapter 2, verse 11. Svo annar kafli 11. vers. Beloved, I beg you as a stranger and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. Þér elskuðu ég áminni yður sem gesti útlendinga að halda yður frá holdlegum girndum sem heyja stríð gegn sálunni. These three verses talk about we as a Christian, as a pilgrim, Þessi þrjú vers tala okkur sem kristi fólk og sem útlendinga and a stranger. og gesti. And a pilgrim means that you are a traveler. You move from one place to another. Og útlendingur eða pílagrímur sem notað í ensku þýðingunni, það þýðir einhver sem á ferðalagi, einhver sem að fara frá einum stað til annars. So God is saying that you are a traveler. Þannig að Guð að segja að þú ert ferðalangi. And what are you taking with you in this trip that you are doing? Og hvað tekur þú með þér í þennan leiðangur? And the other word that he used here is strangers. Og hitt orðið sem notar hérna eru gestir eða ókunnugir. It means foreigner or you're just alien sojourners. Sem því þú ert einhvern veginn óþekktur eða einn. And how many of you here are foreigners? I would like to have the hands. Mér See langar the að sjá hands. hversu margir hérna eru útlendingar. Okay. So we are quite a number here. Og það eru margir. Let's see the Icelanders now. Og hvað eru margir sem eru Who bara are Icelanders? Íslendingar eða fæddir hér? Okay, good.
when we come to a country where we are not born, Þegar við förum eða flytjum til annars lands þar sem að við erum ekki fædd eða þaðan sem við komum ekki, we can be called strangers. þá getur maður verið kallaður útlendingur eða ókunnur. You come there, you don't know the language. Þú kemur og þú kannt ekki tungumálið, You see the people dressing differently. sér það fólki klæðir sig aðeins öðruvísi. And you go to their house, they are eating something differently and stranger. Þú sér heima hjá fólki að það borðar öðruvísi mat, They used to dress differently klæðir sig öðruvísi and say, oh, these people is really strange. og hugsa kannski, vá, þetta fólk er svolítið skrítið. When they are talking, you say, wow, what are they saying? Svo hlustar maður á það að tala og hugsa hvað í ósköpunum eru þau að segja. And you open the newspaper and read, wow, Opnar dagblöðin I don't understand anything. og maður undrar sig við því að maður skilur bara ekki neitt. You turn the radio, Kveikir á útvarpinu, what is these people say here? hvað er eiginlega að vera að tala um? You really say, oh, I am really stranger in this land here. Og þá hugsaðu með þér, já, ég er vissulega útlendingur hér. And sometimes you are walking the street, you meet some people from the land, Og svo ertu kannski að labba niður strætin og hittir fólk sem er fætt hérna and they are very nice to you. eða í landinu og það er rosalega vingjarnlegt við þig. They smile and they try to talk to you, Brosir til þín og reynir að tala við þig, but you don't understand a word. en þú skilur bara ekki neitt. And then you say, wow, I am really a stranger in this land. Og hugsa aftur, ég er ókunnur í þessu landi. I am outsider. Ég er svona utangars. But what Peter is saying here, it's very interesting En það er áhugavert sem að Pétur segir hér, because he's saying to the people that were born in the same country, same town, same village, því hann er að tala við fólk sem að er fætt á þessum stað og alið upp í þessum borgum. they grew up with the same neighbors, Ólust upp með nágrunum sínum, they dressed the same clothes, klæða sig eins, they eat the same food, talk the same language. vön því að borða sama matinn og tala sama tungumál. But Peter is saying here, because you accepted Jesus, now you are a stranger. En Pétur segir vegna þess að þið tóku við Kristi, þá eru þið gestir og útlendingar. Peter is saying, you changed your life. Pétur segir þið eru búin að breyta lífi ykkar. You transfer your allegiance from the world to Jesus Christ. Og nú eru þið búin að færa hollustu ykkar frá heiminum til Krists. You didn't move physically, Þið fluttuðu ekki neitt bókstaflega eða líkamlega, you move spiritually. en þið fluttuð á andlegan hátt. So if you are a Christian, a businessman, Þannig að ef þú ert kristinn og kannski viðskiptamaður and you decided not to cheat in your business, og þú ákveður að svíkjast ekki undan í viðskiptum þínum you decided not to lie, og ákveðast að ljúga ekki, you are a stranger in this world. þá ert þú útlendingur í þeim heimi. If you are a Christian and you are married, Ef þú ert kristinn og giftur, and you decided to be faithful to your wife, og þú ákveðast að vera trú eða trúr maka þínum, you are a stranger in this world. þá ert þú útlendingur í þessum heimi. And if you are a teenager and you decided to live for Jesus in the whole of your high school, If you are A teenager? Ef að þú ert unglingur og ákveður að fylgja Kristi í gegnum alla menntaskólagönguna, you are a stranger in this world. þá ert þú líka útlendingur í þessum heimi. If you feel a little bit depressed, Ef að þú finnur fyrir depurð eða þunglyndi, wake up in the morning and you say, wow, I need something to wake me up.
og vaknar á morgnana og hugsar bara, ég þarf eitthvað til þess að hjálpa mér að vakna. And some people, when they are like this, they decided to go for drugs, alcohol, or smoke. Og sumir sækjast í áfengi eða dóp við svona líðan. But you as a Christian, you say, I'm not going to these kind of things. En sem kristin einstaklingur segir ég, nei, ég ætla ekki að sækjast í þessa hluti. Then you are a stranger in this world. Þá ertu líka útlendingur í þessum heimi. If you are working in an office Ef að þú vinnur á skrifstofu, where they have a coarse language, a dirty language, and bad words, þar sem að kannski vinnustafmenning og fólk notar ljót orð, and you say, I'm not going to use this kind of language, og þú hugsar, ég ætla ekki að taka þátt í þessu, ég ætla ekki að blóta með þeim, you are a stranger in this world. þá ert þú líka útlendingur í þessum heimi. It's not a question of isolation. Þetta ekki spurning að vera einangraður. That is impossible. You cannot isolate from people. Það ómögulegt að einangra sig frá öllu fólki. It's a matter of being in the world, of not of the world. Þetta spurning það að vera í heiminum en ekki af heiminum. It's what Peter says here in Philippians 3:20. Og það sama og Or Paul says in Philippians 3:20. Já, það sama og Páll segir í Filippíbréfinu 3. kafla og 20. versi. He says like this, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Hann segir, en föðurland vort á himni og frá himni væntum við frelsarans drottins Jesú Krists. Og á ensku þá segir eins og ríkisborgararéttur okkar sé á himni. So we are not from this world. Þannig að við erum ekki af þessum heimi. And it's interesting that this is a language through how the Bible is not only here. If you open with me now Hebrews chapter 11. Og við förum núna í Hebreabréfið 11. kafla. And we are going to read here 2 verses. Og við ætlum að lesa 2 vers. Hebrews 11. We read first verses 10. Hebreabréfið 11 og vers 10. It says like this. It talks about the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. Og það talar forfeðurnar Abraham, Ísak og Jakob. For he waited for the city which has foundation, whose builder and maker is God. Which verse? Verse 10. Já, 10. vers, það stendur, því að hann vænti þeirrar borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingameistari. You see what's talk about them. They were not looking for the land that they were going to go and live. They were not looking for Israel. They were looking for the city that God has built it. Þeir voru ekki bara að leita að landi, þeir voru að leita að bara þeirri nákvæmi borg sem að Guð hafði byggt. And verse 13 says like this. Og vers 13 segir, These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirheitin. Þeir sáu þau álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir væru gestir og útlendingar á jörðinni. Let's talk about the earth. They were strangers. They were pilgrims because they looked for the city that is in heaven. Þeir voru gestir á þessari jörð og pílagrímar vegna þess að þeir voru að bíða eftir borginni sem á himnum. See what David said in 1 Chronicles 29. Svo förum við í fyrstu krónikubók og skoðum hvað Davíð sagði. 1 Chronicles 29 verse 15. Fyrsta krónikubók 29 verse 15. Já, kapli 29 og 15. vers. This is the end of the prayer of David. Og þetta er lokin á bæn Davíðs. And he says like this.
for we are aliens and pilgrims before you, Því að við erum aðkomandi og útlendingar fyrir þér, as were all our fathers. eins og allir feður voru, Our days on earth are as shadow and without hope. sem skuggi eru dagar okkar á jörðinni og engin er vonin. See, all the people of the Bible say, our place to live is not this earth. We are foreigners here. We were strangers here. Fólki í Biblíunni segir, við tilheyrum ekki þessari jörð, við erum útlendingar hér. See what the psalmist say in Psalms 119, Psalms 119, verse 54. Skoðum hvað sálmaskáldi segir í Sálmunum 119, versi 54. We see here the psalmist saying, your statutes have been my songs in the house of my pilgrimage. Verse 54, 119, verse 54. Lög þín eru efni ljóða minna á þessum stað þar sem ég er gestur. See, they sing the law of God during their stay here on earth, but when they are traveling toward heaven. Hann að segja, ég syng lögmál Guðs í þessum heimi, á þessu ferðalagi mínu annað. And then I ask you, Þannig að ég spyr ykkur, what are you singing? hvað syngur þú? Where are you going? Og hvert ert að stefna? Here Jesus is saying in Matthew chapter 7 Í Mattheus 7. kafla, that there are two destinies. þá segir Jesú frá tveimur áfangastöðum. Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Mattheus 7, vers 13 og 14. Jesus says in verse 13, enter by the narrow gate, Gangið inn þrönga hliðið, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. því að vítt hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. And there are many who goes in by it. Og margir þeir sem þar fara inn. Verse 14, because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegur liggur til lífsins og fáir þeir sem að finna hann. You see what Jesus is saying here? Everybody on earth is a traveler. Hérna segir Jesú að allir íbúar jarðarinnar eru ferðalangar. You are traveling, Jesus said, one group is traveling to destruction. Hópur fólks á leið til glötunar And another group is traveling for life. og á leið til bara eyðileggingar, en annar hópur á leið til lífsins. So how do we know which way we are traveling, if it is the narrow or the broad way? Hvernig vitum við hvort að við séum á mjóa veginum eða breiða veginum? Is it possible to know? Einhver möguleiki að vita á hvorri leið maður If you open the Bible in the prayer of Jesus in John 17, Skoðum Jóhannes 17, þar sem að bæn Jesú skráð. Jesus is helping us to understand something very interesting here. Jesú gefur okkur innsýn og skilning á mjög áhugaverðu efni hér. And before I read it, I want to say something for you. Og áður en ég les það, þá langar mig til þess að segja ykkur svolítið. We in this earth, as a human being, Við sem að manneskjur í þessum heimi, we are living together. við búum öll saman. We go to the same market. Við förum í sömu búðir, We go to the same schools, same universities. förum í sömu skóla, háskóla, We work in the same companies. vinnum á svipum og sömu vinnustöðum And sometimes we live in the same house together. og stundum það bara í sama húsi. When Jesus says here,
look, the narrow way and the broad way. Jesus is not saying that the Christian is living the desert, living far away from everybody. He's not saying that. Jesú ekki að segja að þeir sem eru á mjóaveginum búi eitthvað staðar annar staðar, kannski út í eyðimörkinni eða eitthvað staðar lengst í burtu. He's saying that you live together. Hann að segja að fólk býr saman og umgengst hvort annað. And what is the difference then between the narrow and the broad way? Þannig að hver munurinn á milli mjóa og breiða vegsins? And then Jesus says here in John 17 when he's praying, and verse 6 first, Jesús segir í Jóhannesu 17, 7. versi, he says like this, I have manifested your name to the men who you have given me out of the world. Ég hef opinberað nafn þitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum. Þeir voru þínir og þú gafst mér þá, og þeir hafa varðveitt þitt orð. Why are they out of the world? Then the verse keep on saying here, they were yours, you gave them to me, and they have kept your word. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér frá þér, því ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég frá þér útgengin og trúa því að þú hefur sendt mig. So the difference is like this. We are living together, but those that keep the word of God, they are living in the narrow way. Þetta munurinn. Þeir sem að varðveita Guðs orð, þeir eru á mjóa veginum. And to explain more, I'm going to listen to read more here now, verse 14 to 16. Og til að útskýra betur To þá langar 17. mig að lesa líka vers 14 til 17. Jesus is saying here in his prayer, I have given them your word, Ég hef gefið þeim orð þitt, and the world has hated them because they are not of the world. og heimurinn hataði þá af því að þeir eru ekki af heiminum, Just as I am not of the world. eins og ég ekki af heiminum. I do not pray that you should take them out of the world, Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, but that you should keep them from the evil one. heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. They are not of the world, Þeir eru ekki af heiminum, just I am not of the world. eins og ég ekki af heiminum. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Helga þá í sannleikanum, þitt orð sannleikur. What is the difference? Hver munurinn? It's the word of God. Það orð Guðs. And Jesus is saying here, I'm not praying you, Father, to take them off the world. That's impossible. Og Jesús að biðja, hann segir, ég ekki komið til þess að taka þá úr heiminum. But Jesus is saying, I'm praying that you deliver them from the evil one. Heldur ég að biðja þess að þú frelsir þá frá hinum illa. Okay, brothers, let's reason a little bit more about this. Skoðum þetta enn frekar. How do we know the difference between then the people that are in the broad way and the people that are in the narrow way? Hvernig þekkjum við munin á þeim sem eru á mjóa veginum og breiða veginum? It is how you live. Það hvernig þú lifir. Because we are together. Vegna þess að við erum öll saman. So the Christian that live together, work together, attempt the same school together has to be different. Þannig að kristna fólki sem að umgengst alla hina í sömu vinnustöðum, skólum, það þarf að vera öðruvísi eða gera vera frábrugðið. Because if you are not different, how people knows that you are a Christian and that you are following Jesus? Ef það engin munur á þér og öllum öðrum, hvernig veit fólk þá að þú sért kristinn og fylgir Kristi? They say, you live like me. Þá segir fólk, já, þú ert alveg eins og við, þú lifir eins og við. And you call yourself Christian. En kallar þig samt kristinn. Then you are not more the light of the world. Þá ekki lengur ljós heimsins. You are not more the salt of the earth. Eða frekar ljós í heiminum, eða salt jarðar. So, we must be different, brothers.
Þannig að við þurfum að vera frábrugðin, We have to have a different style of life. lifa öðruvísi, We have to talk differently. tala öðruvísi, We have to eat differently. borða öðruvísi, We have to dress differently. klæða okkur öðruvísi, We don't lie. ljúga ekki We don't tell dirty jokes. eða segja ljóta brandara We don't cheat. eða svindla We don't live immoral life. eða lifa ósiðlegu lífi. We live in a glass house. Everybody can see us. Það eins og við búum í glerbúri, það fylgjast allir með And they are watching. og eru að fylgjast með. They are really looking at you, see if you are really a Christian and if you are different. Fólk tekur eftir því hvort við erum öðruvísi, hvort að við séum sannarlega kristin. And God said many times in his word that we should be differently. Og Guð segir margoft í orði sínu að við eigum að vera öðruvísi. And see in 1 Peter again, where we started to read, Og förum aftur núna þar sem að við byrjum fyrst í 1. Pétursbréfi and see now chapter 2, verses 12. og skoðum hérna annan kafla og vers 12. And see what God emphasized here, how we should be differently. Og hér er lögð áhersla á það á hvaða hátt við getum verið öðruvísi. He says like this, having your conduct honorable among the Gentiles. Hegðið yður vel meðal heiðingjana til þess að þeir nú hallmæla yður sem illgerðamönnum, sjáu góðverkiðar og vexa með Guð á tíma vitjunarinnar. Okay, that when they speak against you as evildoers, they may, by your good works, which they observe, glorify God in the day of the visitation. Þannig að þeir sem að hallmæla ykkur núna sjáu góðverk yðar og vexa með Guð á tíma vitjunarinnar. So they are observing you. Þeir fylgjast með ykkur. And even I can say, dear brothers and sisters, they live with you. Og búa meðal okkar. We live in the same city. Við búum í sömu bæjum og borgum. Emphasize again, work in the same company, Og ég legg áherslu á þetta aftur, vinna á sama vinnustaf, talk the same language, tala sama tungumál, live in the same neighborhood, búa í sömu hverfum, live in the same building. Sometimes there is many apartments and you live in one apartment, they live in just in front of you. búa í sömu íbúðarhúsum And sometimes they live in your own house. og stundum býr þetta fólk á þínu eigin heimili. Maybe your husband is not Christian. Kannski maður þinn ekki kristinn Maybe your wife is not a Christian. eða konan þín, Your children, kannski eru börnin þín ekki kristinn, your brother, your sister. bróðir þinn, systir þín, Maybe your parents, they are not Christian. kannski eru foreldrar ekki kristnir. And pay attention, the broad and the narrow way are together. Breiði og mjói vegurinn liggja saman. They are looking at you. They are watching you. Það hægt að fylgjast með fólki af vegunum. Because they try to see if it is really worth to follow Jesus or not. Fólk fylgjast með til þess að athuga hvort að það sé þess virði að fylgja Jesú. One day in Brazil, Einn dag í Brasilíu, as you know, I work as a pastor there. eins og þið vitið þá var ég prestur þar. Somebody asked a brother that was going to get baptized, how did you come to know the truth? Þá spurði ég mann sem var að fara að skýrast, hvernig kynntistu sannleikanum? And he decided to write a letter, explain everything, how did he accept Jesus as a savior. Og hann ákvað að skrifa niður í bréfi sína sögu, hvernig það varð til þess að hann tók við Kristi sem frelsara sínum. And do you know his point? He said, I lived by a neighbor who was a Christian. Og hann sagði, ég átti nágrunna sem var kristinn. And I was observing everything they did it. Og ég fylgdist með öllu sem þessi nágrunni gerði. How they talk, Hvernig þau töluðu,
how they raise up their children, hvernig þau ólu upp börnin sín, how they dress it, hvernig þau klæddu sig, how they face no hard times in life. hvernig þau tókust á við erfiða tíma í lífinu. And after many years observing them, Og eftir að hafa fylgst með þeim í mörg ár, he said, if to be a Christian is to be like them, I want to be a Christian too. þá sagði hann, ef það að vera kristinn er að vera eins og þetta fólk, þá vil ég gjarnan vera kristinn. Then I ask you, Þá spyr ég ykkur, what will people that are watching you will decide it after they realize who you are? hvað með fólki sem að fylgjast með þér? Hvaða niðurstöðu mun það komast að? People who don't know Jesus are watching us. Fólk sem að þekkir ekki Jesú fylgjast með okkur. How you handle our problems, Hvernig við tökumst á við erfiðleika, whether or not we laugh at a dirty joke, hvort að við hlæjum að brandara sem er ekki við hæfi, how we dress, hvernig við berum okkur og how klæðum we okkur, spend our money, hvernig við eyðum fjármunum okkar, how we raise our children, hvernig við ölum upp börnin okkar, how you respond when tragedy strikes you, hvernig þú bregst við þegar þú verður fyrir áfalli and how you deal with difficult people. og hvernig þú tekst á við erfitt fólk. My brothers, do you still walk in the narrow way? Ég spyr ykkur, bræður og systur, eru þið ennþá á mjóa veginum? You know that Satan is work to take us from the narrow way. Við vitum það að Satan vinnur hörðum höndum að því að færa okkur af mjóa veginum. And he put in our ways things that distract us from God. Og hann leggur hluti í götu okkar sem að eiga að trufla okkur og taka athygli okkar annað. And we can take 3 steps to go out of the Lord. Og það eru 3 skref sem við getum tekið til þess að fara af mjóa veginum. And that is in Psalms 1 that she read for us. And I'm going to read verse 1. Psalms 1 verse 1. Og þessi 3 atriði eru í Sálmunum 1. kafla sem að Íris las áðan. It says here, Psalms 1 verse 1. Þetta er í 1. versi, Sálmarnir 1 vers 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of the sinners, nor sits in the seat of the scornful. Sæll er sá maður eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndarana og eigi situr í hópi þeirra hafa Guð að háði. First step, Fyrsta atriðið, to go out of the narrow way. fyrsta skrefið að því að fara af mjóa veginum, Listen the counsel of the wicked. það er að hlusta á og fara að ráðum óguðlegra. Second step, Annað skrefið, to stand in the path of the sinners. það er að ganga á vegi syndara. Third step, Og þriðja skrefið to sit with them. er að sita í þeirra hópi. First, will you listen them? Fyrsta atriðið er að hlusta á ráð þeirra sem eru óguðlegir And they are smart. og þeir geta verið mjög klárir. They come to you and with some very good argument. Koma til þín með mjög góð rök. One day, one cousin of mine said to me, Frændi minn sagði eins og við mig, said, let's go there. förum þangað. I said to him, I was born in a Christian home. I said, no, I don't go in this place. Ég var alveg upp á kristnu heimili og ég sagði nei, ég fer ekki á svona staði. And then he said to me, how do you know what is there if you never go there? Og hann sagði mig, já, en hvernig veistu hvað er þarna ef þú hefur aldrei farið þangað? And he was my cousin. Og þetta var frændsystkini mitt. And they come with nice arguments, say this, you have to taste, you have to prove, you have to see. Og fólk kemur með góð rök, þú verður að prófa þetta, þú verður að sjá þetta sjálfur.
So in Luke 10 verse 40, Í Lúkasi 10. kapla og 40. versi stendur: we see Jesus in the house of Martha and Maria. Það Jesú heima hjá Mörtu og Maríu. And Jesus says here, the verse 40 says that here, but Martha was distracted. Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu. And just this part I'm going to read it. Martha was distracted. Og á ensku segir beinlínis Marta var annars hugar eða hún var ekki að fylgjast með. What was Martha doing? Hvað var hún að gera? She was doing good things. Bara mjög góða hluti. She was thinking about the guests. Hún var að annast gestina, She was preparing the food for them. hún var að undirbúa matinn. But that was not the important things in the eyes of God. En í augum Guðs var þetta ekki það sem var mikilvægast á þessum tímapunkti. She was distracted. Og hún var annars hugar. And I ask you a question. What kind of things are distracting you from God? Hvaða hlutir draga athygli ykkar frá Guði eða halda ykkur uppteknum frá Guði? What kind of things take most part of your time that you don't have time for Jesus? Hvaða hlutir taka svo mikið tíma frá ykkur að þið hafi ekki tíma fyrir Jesú? Maybe your work. Kannski það vinnan. We need to work. Við verðum að vinna. We need to pay our bills. Við verðum að borga reikninga. But if you just think about work and work and work and get tired and get money and you don't have time for God, you are make your work your God. En ef að vinnan á allan hug þinn og þú sækist í peninga og meiri peninga, þá vinnan orðin að þínu Guði. So be careful. Þannig að varastu þetta. The work can be a distraction. Vinnan getur orðið að truflun. But also, we have technology. Svo erum við líka með alls konar tækni. How many of you have one like this? Hvað eiga margir síma? Snjallsíma? How many of you have a computer at home? Hvað eiga margir tölvu heima? How many of you have a TV set at home? Hvað eru margir með sjónvarp? This can be a problem for you. Þetta getur auðveldlega orðið vandamál. Problem for me. Og vandamál fyrir mig og þig. How many times I was praying to God myself. I was praying to God and suddenly, beep, beep. I heard something in my mobile. I said, oh, what's that? Maybe somebody's just right to me. And I forgot that I was praying to God. Ég hef oft upplegað það að ég kannski að biðja til Guðs og svo kemur tilkynning og koma hljóð og frá hugsa að byrja hver að senda mér. Kannski þarf ég að skoða þetta strax. Og svo er maður búin að gleyma því að maður var að biðja. It's a vandamál. It's a problem. Það getur verið vandamál. Another distraction that we can have as a Christian Önnur truflun sem getur verið í vegi okkar sem kristina einstaklinga can be our entertainment. Getur verið skemmtun. The movies that you are watching, it's entertainment. Skemmtun svo til dæmis bíómyndir. I'm not forbidding you, don't take bad of me and say, oh, he is just a saint that don't watch a movie. I'm not saying that. Ekki misskilja mig að ég sé að segja að ég horfi aldrei á bíómyndir eða banni það. But I say that there are many times, and included in myself, that I had time for movies, but I didn't have time for God. En það sem ég að segja það oft sem við höfum kannski tíma til að horfa á bíómyndir en við höfum ekki tíma til að eyða tíma með Guði. And that is a problem, a big problem. Og það stórt vandamál. Because if I don't have time for my Creator, Því ef ég hef ekki tíma fyrir skapara minn, then I'm not in the narrow way. þá ég ekki á mjóa veginum. Then I'm not going to life. Þá ég ekki í leið þá ég ekki átt. Þá ég ekki á leiðinni til lífsins. We have also sports,
We have also games. People are playing games all the time. These are kind of things that take us our mind from God. Svo margt annað eins og íþróttir og leikir og bara margt annað sem getur tekið svo mikinn tíma að við höfum ekki tíma fyrir Guð. This is a kind of distraction, but I'm going to tell you the last distraction. En svo ætla ég að segja ykkur frá þessu síðasta atriði, People. síðustu hættunni. Það fólk. People can be a distraction for you and take you out of God. Fólk getur valdið truflun í þínu lífi þannig að þú fjarlægist Guði. If you love somebody so much Ef þú elskar eitthvað svo mikið that this person can become the first in your life, að manneskjan verði númer 1 í þínu lífi, you think and think and think only on that person. þú hugsar aðeins þennan einstakling, That God is the second or the third or even the last in your life. þannig að Guð færist í annað, þriðja eða síðasta sæti í lífi þínu, Then this is your God. þá þessi manneskja orðin að þínum Guði. That person can be your one God in your life. Og þessi manneskja getur verið eini Guðin í þínu lífi. It's not bad to like people. It's not bad to love people. God said love people. Það ekki slæmt að þykja vænt fólki, að elska fólk. Guð fyrirskipar okkur að elska fólk. But if you understand, God said love God first and then people. En Guð segir elski Guð fyrst og svo annað fólk. I remember when I was studying Ég man þegar ég var í námi, university, í háskóla, young man. ungur maður. It was so nice because you had a lot of friends and we lived together in a big place. All the youth and the beautiful girls and everything. It was wonderful. Það var svo gaman að ég á rosalega marga vini, við byggum öll saman í stórri vist og margar fallegar stelpur. And I got to know one guy called Robson. Og ég kynntist ungu manni sem heitir Robson. He was a wonderful friend Hann of var mine. frábær vinur. And he liked to joke. Og hann var alltaf að grínast And I also like to joke. og mér fannst líka gaman að I grínast. like to run sometimes. Nei, að hlaupa, fyrirgefi. Hún fannst gaman að hlaupa og mér fannst það líka. Yeah. So I decided to go with him. Þannig að ég ákvað að fara með honum, But he was very good. But very good. en hann var rosalega góður And skoppari. I was young like him. And I was running. And suddenly he just disappeared there in the way. And I'm, where is he? I Yeah. couldn't follow him. Ég var jafn ungur og hann, en leið við byrjum að hlaupa, þá hvarf hann á augabræði. Ég gat ekki haldið í við hann. And I was young. I was doing the best. Ég var í mjög góðu formi. And suddenly he would come back and say, oh, come on, let's go. Og svo hljóp hann tilbaka og sagði, komdu, flýttu þér. And I said, no, I'm going. Ég sagði, ég alveg á fullri ferð. So every day we started and going, and I was getting better. Oh, it Þannig was að við wonderful. fórum daglega og æfðum okkur og ég var alltaf betri og betri. Then one day, it was a summer vacation. Og svo kom sumarfrí And we are so close friends that we decided to go together for vacation and work together. og við vorum orðin svo góðir vinir að við ákváðum að fara vera saman í sumarfríinu og vinna saman. And then we came to this place. It was there in Brazil. And it was so nice place. And we became friends of the youth and the church. And it was so nice together. Og fórum á ákveðin stað í Brasilíu og eignuðumst fullt af vinum í kirkjunni þar. Then we discovered something very special. Og svo uppgötum við eitthvað mjög sérstætt. It was the birthday of the city some days after, and they were going to have a competition running. Að það átti að vera afmælishátíð í borginni og það átti að vera svona hlaupakeppni. I got so excited and said, oh, Robson, you're going to be champion. Og ég sagði, já, við tökum þátt og Robson, við ætlum að vinna þetta. Let's run together. Hlaupum saman. And we went there and did the subscription, and we were going to run together. Og við skráðum okkur í hlaupið og ætlum að hlaupa saman. Came the day, Svo kom að hlaupadeginum. full of people, all in sport, and I beside Robson there, and I said, Robson, we're going to be champion. Fullt af fólki tilbúið að hlaupa og ég segi við Robson, við vinnum þetta.
And I was good at the time. og ég var góður hlaupari And I said, but I cannot beat him. He's going to be the champion. og ég sagði já, en ég get samt ekki unnið Robson, hann fær örugglega fyrsta sæti. So we start the race. Svo byrjar hérna kapphlaupið And suddenly, I was there, and look, Robson was in the back. Það líður ekki á löngu þá til að ég er komin lengst fram og Robson er langt á eftir mér. Robson, what's going on? Og ég sagði, Robson, býtu, hvað er í gangi? You were champion. Þú getur unnið þetta hlaup, akkur þetta það næstast. He was there, and I was running, and he in the back. I said, no, it's not possible, not possible. Og ég hljóp áfram og ég hugsaði, nei, það getur ekki að vera hann sé svona langt fyrir aftan. He gave up. Hann gafst bara upp. But I went all the way. En ég hljóp alla leið. I was coming, I don't remember exactly, in the 4th or the 5th place in the race. Og ég man ekki nákvæmlega hvort ég hafi lent í 4. eða 5. sæti í þessu kapphlaupi. All the youth of the church were there watching us. Og unga fólki í kirkjunni var á hliðarlínunni að fylgjast með okkur. Robson was there because he gave up. Og Robson var enda líka á hliðarlínu vegna þess að hann gafst upp í miðju hlaupi. And do you know what I did it? Vitið þið hvað ég gerði? I didn't cross the finish line. Ég fór ekki yfir síðustu línuna. I was in the 4th or 5th place. Ég hefði geta verið í 4. eða 5. sæti. Do you know my argument? Og vitið af hverju ég fór ekki yfir loka línuna? Robson didn't do it, I'm not doing. Ég sagði, Robson kláraði ekki, þá ætla ég ekki að klára. So up to today, Þannig að allt til dagsins í dag, I regret what I did it. þá sé ég eftir þessu. Brothers and sisters, Bræður og systur, the Bible says that we are in the race toward heaven. Biblían segir að við séum í kapphlaupi í átt að himnaríki. Paul said in 2 Timothy 4:7, I finished the race. Og Páll sagði í 2. Tímóteusarbréfi, ég kláraði hlaupið. But I said to Paul, I didn't finish the race En ég þarf að segja Páli, já, ég lauk ekki þessu kapphlaupi because of Robson. vegna Robson. Dear friend, Þannig að kæru vinir, are you finishing the race? ætlað þú að klára hlaupið? Is somebody in your life that is in your way trying to avoid you to finish the race? Er einhver í þínu lífi sem heldur aftur af þér til þess að þú getur ekki klárað hlaupið? We are all in two places, or narrow way or broad way. Við erum annarkvort á mjóa veginum eða á breiða veginum. And the Bible says very clear, the broad way leads to perdition. Og Biblían segir mjög skýrt að breiði vegurinn leiðir til eyðileggingar og glötunar The narrow way leads to salvation, life. og mjói vegurinn leiðir til frelsunar og lífs. Which way are you? Hvaða veg ætlar þú að ganga? Do you want to live or to die? Viltu lifa eða deyja? It's your choice. Það er nefnilega þitt val. Amen. Amen. Thanks, Elisa. Við þökkum fyrir þessa frábæru predikun. Við þurfum svo sannarlega að vera vakandi. En við endum á sálminu númer 348. Yeah.
Let's pray. Please stand up. Dear Heavenly Father, which art in heaven, we come before your holy presence to say that we are willing to go with you to heaven. But we know ourselves, we know our weaknesses, and we pray that you help us, that when you come back to take us home, we are ready to go with you and live with you forever. We pray in Jesus' name, amen. Bestu þakkir fyrir allt í dag, en eru einhverjar tilkynningar? Já. Mér okkar aðeins hérna frá Adra, hún bað mig það hún Steinun, og eins og þið vitið þá vorum við að byrja að safna fyrir Adra, svona ýmsum gögnum sem við getum notað og gefið Úkraínu fólkinu, og það eru allir svo rosalega þakklátir. We have... Er ekki einhver sem getur túlkað? Já, það er ekki bara betra. I have an announcement from Adra that Steinun asked me to deliver. We have been collecting items that can be useful for refugees coming from the Ukraine. Það eru öldru hjón sem heyrðu lætin og flúðu niður í kjallara. Þau náðu vegabréfunum, engu öðru, búm, húsið sprakk. Þannig þau eru hér á landi. And there is an elderly couple that is here in Iceland now. They just heard the bombings and the noise. They were able to just run and get their passports. It's the only thing they got with them, and escaped. And now they're here in Iceland. Og eldri kona sat á stól og horfði yfir allt sem komið var með handa þeim, og það skein gleði og ánægja. And we saw this elderly lady that was just sitting there and looking at everything we brought, and I can't describe the joy that was in her face. Hér eru 150 manns á hótelinu. There are about 150 people in this particular hotel. Og þau eru að bíða eftir kennitölu til þess að geta fengið dvalarleyfi eða vinnu eða húsnæði. And they're waiting for a kennitala to be able to participate in society. Þeir myndu alveg þiggja einhver vítamín og hóstamixtúru eða eitthvað svona. Yeah, and some of them need vitamins and something for the cough. Unga fólkið er að fara með súkkulaði á eftir. The young people in the church are going to bring them chocolate later today. Og ég heyrði sögu á konu sem þurfti að yfirgefa allt með mann og börn og eitt á leiðinni. And there's another story of a lady that escaped with her children, and she's also expecting another child. Og hún er aðstoðar bæjarstjóri í sínu borg. And she's like an assistant mayor in her town. Nú er hún að reyna aðstoða á
sjúkrahúshótelinu, eða sérst, já, hótelinu. And now she is trying to help others in the hotel. Og segir þessi sorglegt að heyra börn gráta og kalla pappa og mömmu. And she says it's very sad to hear the desperation and to hear people calling out for their parents. Og það hafa gefist mörg tækifæri. And we've had many opportunities Hver eru þið? to answer the question who we are or who we're working for. Hvaðan komið þið? Who are you and why are you helping us? Þannig að við getum sagt frá okkar samfélagi sem mjög gott. So there's an opportunity for us to tell them about our community. Og búðin allt mögulegt. And the store allt mögulegt. Þar fólk búið að koma margir og fá aðstóð. Has offered people to come and get items that they need. Ef þú frá Úkraínu, þá kemur þannig inn og getur fengið það sem þið vantar. And if you are in need, you can go there. If you're from Ukraine, you can go there and you can get the things that you need. Og ef þú bara eins og, já, ykkur aðrir, þá getur farið inn og keypt og ágóðinn fer til aðstoða Úkraínubúa. But the store is also open for everyone else to buy used, like second-hand items, and the profits go to help people that are in need. Og búðin bara opin á þriðjudögum og fimmtudögum. And the store is open twice a week, Tuesdays and Thursdays. Frá 2 til 6. From 2 to 6. Og það enn hægt að taka við. Ef þið hafið eitthvað sem þið viljið gefa, og getið enn haft samband við Steinunni, skrifstofuna. Eða bara koma með það niður eftir. Já, eða í búðina. Yeah, so if you have something that you would like to donate, you can bring it to the store or contact Steinun. Og það segir líka hérna bara svona í lokin að Guð hjálpaði okkur að hjálpa þeim, því að ef við á einhvern hátt hjálpum einu barna hans, þá hjálpum við honum. And here in the end it says, God help us to help them, because if we help one of his children, we are helping God. Yeah. Þetta það sem Guð vill að við gerum, hjálpumst að. And this is what God wants us to do, help each other. Annað, það súpa og brauð eftir leksíu. Og ef einhver vill taka þátt, koma með eitthvað, þá ábyggilega gott að tala við hana Dofelu eða Önu og láta þær vita. Yeah, and after the lesson, we will share a meal together. And if you are able to help in the future by bringing food, then you can always contact Dovile or Anna or, or Kristi. Takk fyrir þetta og mér langar að bæta við að við erum búin að gefa alveg svakalega mikið af fötum og eldhúsdóti og glösum og diskum og alls konar á markanum, og ef þið þurfa að taka til hjá ykkur og losna við eitthvað, þá það vel þegið. En nú skiptum við okkur í deildir, er það ekki?